Jæja, komið þið sæl gott fólk og verið velkomin í Hlaðvarpssögu skoðun með mér Andra Jónssoni og Ólafi Hersi Arnaldsinni. Góðan sæll Ólafur. Blessaður. Hvað segir Ólafur í dag? Ég hress, ég get ekki kvarta. Yfir neinu. Mitt. Ekki heldur. Þú? Nei, ekki heldur, það er ég. En það með 2 hendur og 2 fætur og Já, það er svona mikilvægt að það ekki. Já. Nei, ég skal ekki kvarta. Ekki kvarta þessu októberkvöldi. Við erum komin inga saman aftur í Hlaðvarpssögu skoðun til að ræða saman málefni dagsins og það er nú ekki að vera endanum málefni dagsins. Við vorum hér í síðasta þætti fyrir ekki svo mjög löngu síðan að ræða saman Íslam. Já. Áhugaverður þáttur þar á ferð og þar á undan voru verið Jörund, áhugavert málefni það líka. En í þetta í dag ætlum við að fara ykkur aðeins nær í tíma. Reyndar, áður en við byrjum að tala það, ég ætla að spyrja þig út í, þú varst að segja mér hérna fyrir þáttinu, þú ætlaðir að fara til Oslo að sjá Blücher-myndina. Já. Í Óskarsborg virkinu. Já, þess að ég er að fara ráðstefnu og er að vera Óskarsborg virkinu og við erum fara að horfa á þessa mynd, ég veit nú ekki hver í bíó eitthvað staðar á svæðinu gerir ráð fyrir. Já. En það verður einmitt áhugavert að því þetta er náttúrulega setni heimsstyrjöldin og þessi Óskarsborg virkið er virkið sem sökti þá með þessu þýska herskipi, Blücher. Já. Þegar Þjóðverjar réðust inn í Noreg í apríl 1940. Já. Það hafi verið dramatískir atburðir. Já, mjög svo. Að því það er sérstaklega með rauksar þessu, núna búið að vera í fréttum til dæmis rússneskar flugvélar og drónar og svona. Og eins og til dæmis fyrir nokkrum vikum síðan þegar þessar rússnesku þotur, mannaðar þotur, fóru inn í litháiska lofthelgi. Já. Í 12 mínútur sko. Þá hefðu sumir sagt sko, akkur voru ekki bara skotna niður með það samme sko. Eins og Tyrkir gerðu 2018. Já. En þarna tóku við mitt í seinni heimsstyrjöldinni Normenn þá áhættu að sökkva skipinu þegar það var að koma þarna því að það voru kannski sumir sem hefðu sagt kannski er þetta þýska herskip hérna í vinnveittum tilgangi og eða kannski ættum við ekki verið að styggja risan eða eitthvað svona sko. Já. Það er með það. En svo náttúrulega það er svona hættulegt náttúrulega að maður ætla að fara að skjóta niður rússneskar herþotur. Það er náttúrulega ekki glemma því að Rússlandi þetta er kjarnorkuveldi. Já. Og áhugavert og sérstaklega náttúrulega þeir sem ólust upp við kalda stríðið og ég vil þess hugsa til þess núna því ég var að horfa á einmitt viðtal við John Mearsheimer, professor við Háskólann í Chicago sem einmitt ólst upp undir kalda stríðinu og hann var einmitt að tala það hvað var áhugaverð orðræðin í dag með það þegar að hann var ungur maður. Já. Og hvað menn voru sérstaklega mikið að passa sig að það myndi ekki brjótast út styrjöld á meðan að núna eru menn að tala það að mögulega senda Úkrænumennum Tomahawk eldflögar og eitthvað slíkt og þá vita það allir að Úkrænumenn hafa enga burði til þess að nota slík vopn þannig að það er bandarískir hermenn sem myndi vera að stýra þeim. Einmitt. Og þannig er orðið mjög varhugavert að ef aðstæðanir eru slíkar að bandarískir hermenn eru farin að skjóta eldflögum langt inn í Rússland. Það er mjög varhugavert sko. Það er náttúrulega áhugavert, þú stigmögnunin sko, hversu lengi ætla maður alltaf að stigmagna og auka, það náttúrulega er einhver endastöð sem þá auðvitað er það náttúrulega kjarnorkustríð. En það mætti nú alveg færa rauk fyrir því samt að þú megir skjóta niður sko flugvél sem kemur inn í lofthelgina. Algjörlega, já, en það náttúrulega hafa alvarlegt mál. Og Rússar, Sovétmenn gerðu það nú í kaldastyrjöfni til dæmis að þeir skutu niður hann að kóreska farþegaflugvél. Já. Og fórust allir farþegarnir borða þegar þeir héldu að það væri alveg rétt. Eitthvað njósnafar. Og náttúrulega líka skutu niður náttúrulega þessa U-2 njósnaflugvél náttúrulega líka. Jú. Já, einmitt 1961, já. Eitthvað kringu það maður rétt. Já. En
Ég held nú samt ekki að rússneskar þotur, ég held að sé ekkit að navigation búnaðanum hjá þeim í kringum landamæri Tyrklands núna eftir atburðin 2018. Ég held að allt virki mjög vel núna. Það alveg rétt. Já, og eins og svona græðið svo flókin vélabúnaður maður og veit allir sem er norsku hertóðunar það fara ekki yfir það einu sinni eða tvisvar heldur farið 3 sinnum yfir allt og þetta er náttúrulega svo dýr búnaður og það eru þetta ákveðni verkferðlar og eins og Rússlandi þú fer sérstaklega vel yfir allt og það er mikið sem þarf til að hámentaður herþóttu flugmaður gera eitthvað mistök og hvað þá að búnaðurinn bregðist eitthvað og svo óvart fljúi menn eitthvað, það er mjög ólíklegt. Það er ekkert óvart sem þú óvart flýgur inn í lofthelgi Litáen það er ekkert óvart það er það ekki og en í tengslu við Blücher málið myndin sem þú ert að fara að sjá núna sem að er nú kannski ekki komin í bíó eins og við spík, ég veit ekki ég veit það ekki jú, hún er komin nei, ég veit það ekki, það var einhver í vinnu minni sem var búin að downloada henni minnst það aldrei fyndið en það verið að downloada myndum en allavega sem sagt norska þjóðskjalasafnið eiga loggbækurnar frá Óskars hvað heitir Óskars borg festning og það er hægt að sjá það þar þetta eru svona loggbækur að skrifa niður allt sem gerist í virkinu og einmitt frá þessum degi hvað apríl 1940 það sem að þú getur séð nákvæmlega bara klukkutíma fyrir klukkutíma þú veist það sem eru að skrá og síðan bara nákvæmlega þegar skipið kemur og atburðinni ákvarðanir sem eru teknar í framhald af því og síðan ber skjalið merki þess að það hefur verið kaos þarna vegna eða glundróði því að allt í einu verður skriftin breytist skriftin og allt í einu kemur blýant skrift skilurðu og síðan á endanum þá sést að það sem að blekbytta hefur helst yfir restina blaðsíðinni þannig að þú veist þarna ertu með frumheimild skjal sem að einhvern veginn segi svo mikla sögu þessa atburði ekki bara upplýsingarna sem koma fram á skjalinu heldur líka sjálft skjalið það líka var svo mikil óstjórn náttúrulega hérna Noregur hafði við hlutlaust í fyrri heimsstyrjöld og menn höfðu vonur að myndir ná að vera hlutlausir aftur í seinni heimsstyrjöld og svo náttúrulega rufu Bretar hlutleysi Noregs og þjóðir að ráðast á einmitt í kjölfarið á því og það var enga skilabóð þannig séð hvað þetta er að gera og vel að merkja að þetta virki á eyju í Oslofirði þannig að þetta var mikilvægast og sterkasta virkið til þess að verja sjálf Oslo fyrir innrásum frá sjó og þetta var svona strand stórskotarlið sem var þarna á eyjunni og svo var yfir þessum herafla svona svolítið upp á einstæmi virðist vera ákvað þá að skjóta á þýsku orrustuskipin sem voru að sigla þarna inn. Jú, og hann var dæmdur fyrir þetta, var það ekki eitthvað? Jú, það var eftirmáli það var eitthvað tekin í gegn af þessu, já og svo þekki ekki þess að sögu nógu vel ég þarf að kynna mér þetta en þetta umdeilt. Ég held að myndin snúið svolítið það snýst svolítið þennan kall og svona svo verið að fara svolítið fram og tilbaki tíma líka svolítið úr réttar Já, ok dómsmálinu gegn honum Af því hann lét falla hérna fleig orð því hann sagði eitthvað og þá leiða annarkvort hann dæmdur sem hvað föðurlandsvinur eða föðurlandsvikari svo rýmar þetta á norsku hljóma og þetta mikið betra á norsku en það var eitthvað svona fleig orð annarkvort hún að fagna þetta sem hetju eða einhverjum ódæðismanni eftir því hvernig stríðið myndi fara Það er nú margir sem hafa getað sagt það held ég á þessum örlega ríkum árum Algjörlega, það margir sem geta sagt það og það er náttúrulega þannig þú veist með stríðu það sigurvegarinn sem þetta síðan skrifa söguna og stýrir friðinum sem kemur í kjölfarið og það náttúrulega gildir líka stríðin sem í gangi núna og eins og að því við erum að tala líka eins og svona það sem að gerast núna okkar tímum það sem mögulegi friður sem að komast á hann í Gaza það það er svona sem liggur alveg fyrir það hefur tölvöld að stríðskleipum fram til þarna
en svo alltaf þegar sigurvegararnir skrifa friðin Já, þá það svolítið annað en já, í öðrum styrjöldum. einmitt. Heyrðu, já, þetta nú ágætis engangur svo sem að því sem við ætlum að ræðum í dag, við ætlum að tala eins kalda stríðið Já. Hér í þættinum í dag og það var nú aldeilis tímabil mikillar spennu og svona það sem var kannski svolítið svona undirliggjandi svona yfirskrift svona vinnutitill þáttarins var stríð sem aldrei varð. Það var einmitt þessi hugmynd sko að það er alltaf sagt að í kalda stríðinu þá þetta lifði svolítið sem þú varst að nefna einn áðan með John Mearsheimer líka að fólk lifði alltaf undir þessari ógn að það myndi brjótast út hinn svokallaða þriðja heimsstyrjöld sem svona stríð sem einhvern veginn átti alltaf að koma skilur var alltaf á leiðinni en kom síðan auðvitað aldrei sem betur fer 7-9-13 að það gerist ekki Já. en það er ótt að segja að þetta er svona já, ég menn allir sem að lifðu þennan tíma tala þetta, við lifðum undir kjarnorku váinni og við lifðum undir ógninni á þriðju heimsstyrjöldinni og svo auðvitað í sögu kalda stríðsins mismundi tímabila sem að þetta var misnálagt og svona en það er svona næstu í stundum þegar maður hugsa þetta svona eins og það hefur verið ákveðin svona sögulegur determinismi að þetta stríð átti að koma en svo kom það ekki Einmitt. og ætlum að ræða þetta í dag þriðju heimsstyrjöldina sem konsept og þá ekki þriðju heimsstyrjöldina sem að núna er í umræðunni auðvitað sem er þá auðvitað náttúrulega sýnir auðvitað hversu hættulega tíma við lifum á að það sé orðið hugsanlegt núna að tala þriðju heimsstyrjöldina á milli NATO og Rússlands og þó Kína og eitthvað svona eins og verið að tala og Doomsday klukkan í dag er orðin komin mjög nálægt miðnætti og víst nær miðnætti heldur nú var jafnvel á tímum kalda stríðsins allavega í langan tíma heldur alltaf að tala þetta stríð sem að átti að koma en kom aldrei á milli Bandaríkjanna og Sovjetríkjanna eða NATO og Varsjárbandalagsins Já og þetta er auðvitað stórt málefni en ég býst nú við að þetta verið stútfullu þáttur hjá okkur en það er þetta langt tímabil kalda stríðið auðvitað en mér dættu kannski við myndum aðeins sko ef við tölum aðeins kalda stríðið sem svona sögulegt tímabil og hvað það snýrist ég var aðeins að hugsa þetta áðan í tengslu við þetta hugtak þriðja heimsstyrjöldin það því að þegar við segjum sko þriðja heimsstyrjöldin þá erum við að gera ráð fyrir að sé sko þriðji þátturinn í einhvers konar þríleik þannig séð það því við höfum auðvitað að tala þetta hvað er heimsstyrjöld skilur og getur fært rauk fyrir því að Napoleon styrjaldirnar hafi verið heimsstyrjöld og svona og 30 ára stríð þannig að í rauninni gæti maður kannski sagt sko ef að 30 ára stríði væri fyrsta og Napoleon stríði önnur og fyrir heimsstyrjöldin þriðja og seinni heimsstyrjöldin fjórða þannig að þetta stríð hefði þá átt að vera 5. heimsstyrjöldin í rauninni samkvæmt því ef við tölum ekki þannig, við segjum alltaf að þetta sé þriðja heimsstyrjöldin eins og þetta sé þriðji parturinn á einhverjum þríleik sem að fyrir og seinni heimsstyrjöld geng út á ég held að það sé ekki rétt því að sko eins og við talaðum hérna með tungumálið okkar auðvitað við tölum fyrri og seinni heimsstyrjöld að það sé eðlilegt að þessi tveir atburðir hangi saman sem fyrri og seinni hálfleikur í sama í svona sama stríði í rauninni að mörguleiti Já og ég er þess fullviss að eftir 100, 200, 300 ár þegar sakfræðingar líta tilbaka þá munu þeir með höndla fyrri og seinni heimsstyrjöld sem sömu styrjöldina eins og bara við tölum með 30 ára stríð 30 ára stríðin getur auðvitað að skipta upp í mismunandi styrjaldir en fyrir okkur sem er svo langt frá því í tíma þá sjáum við þetta línurnar frá því að stríði brýst út 1618 til 1648 og var ekki einmitt Foch-marskálkur franski sem sagði einmitt að eftir fyrir heimsstyrjöld að þetta væri bara vopnahlaup á 20 ár og hann hafði rétt fyrir sér sem brýst út seinni heimsstyrjöldin og það er líka kannski að skoða líka að því að stundum getur maður sagt að kalda stríð sé bein afleiðing af seinni heimsstyrjöldinni og það eru þetta ákveðin leits að líta á það þú veist að það eru sigurvegararnir í seinni heimsstyrjöldinni þar sem að herir þeirra mættust og stoppuðu þar byrjaði barátta á milli þessara tveggja sigurvegar alveg svo þeirra Sparta og Aþena lentu í köldu stríði eftir að hafa sigrað
Já Persana var það ekki já. Og þannig að góða punktur og af því leitinu til getur þú sagt þriði heimsstyrjöldin sko, sem þriði parturinn af þríleiknum en ef þú skoðar náttúrulega þú veist hvað snérist fyrir og setni heimsstyrjöld í rauninni auðvitað getur þú nota alls konar vinkla og teóriur til þess að skoða það já. En einleið til þess að skoða er að þú getur sagt að þessu margir pólar sem eru í valdajafnvægi á 19. öldinni skiluru og síðan þeirra verður rask á jafnvæginu með veikingu Ottómaveldisins og Austurríkis og það opnast vakkjum á Balkanskaganum þar sem Rússland og Austurríki sækir inn á sama tíma þá styrkist Þýskaland og byrjar að augra hinum pólunum og þú fær svona ójafnvægi í þessu og Þýskalandsvandinn og Tyrklandsvandinn og þetta snýst hver ætlar að dominera í þessum konserti og hvernig ætlum við að díla við þetta og síðan auðvitað byrja stríðið og það er ekki útkljáð til fulls 1918 hins vegar það sem auðvitað gerist það verður bara meira vakkjum á Balkanskaganum sem öll Austur-Európa er allt í norðin up for grabs og Rússland og Þýskaland sem töpuðu stríðinu eru ekki að baki dottin heldur snú aftur upp skilur og þannig að við fáum áframhald af því það sem að kalda stríði hins vegar snýrist náttúrulega er raun ekki þetta af því þessi spurning var raunni útkljáð 1945 Þýskalandsvandinn og Þýskaland myndi ekki stýra Evrópu og hver ætti að dominera á Balkanskaga og svona það er ekki Austurríki eða Ottómanríki eða eitthvað svo leiðis og ekki Þýskaland nei. Þannig að þú getur raunni farið sko lengra aftur og hugsa svona hver eru svona djúpstæðu ástæðuna fyrir kaldastriðinu og sagt sko farið í raunni alveg aftur til sko 18. og 19. aldar þegar þú hugsa sko vöxt sko Bandaríkjana annars vegar á vestur landamærum Evrópu og síðan vöxt Rússlands á austur landamærum Evrópu einhvern veginn frá því að vera lítil ríki sem er að blása út í sitt hvora áttina algjörlega og þú veist og Rússland skilur blæs út í austur og verður að svona frontier ríki í austur á sama hátt og Bandaríkin er að gera það í vestur og þetta eru svona jaðarsvæði sem eru ekkert í svona fókus alveg í þessu valdabröldi sem er í gangi inn í Evrópu og síðan ertu líka með ákveðin exceptionalismu þetta í þessu að við þekkjum það með Bandaríkinu þetta sérstakt ríki með sérstaka hugmyndafræði sem stjórna því og ákveðinu leiti ertu með það líka í Rússlandi það sem út með þú veist þennan guðlega keisara og þetta keisarlega mandat til þess að einhvern veginn dóminera yfir öllum slöfum og þriðja Róm og allt þetta og það er mikilvægt að ekki vanmeta þessar hugmyndir og það er eins með Bandaríkin sko því þessi bandaríski exceptionalism eins og það kalla að Bandaríkin séu þessu sko sérstaklega frábæra og einstaka þjóð er náttúrulega auðvitað á rætur sinni að rekja til því sem Bandaríkjamenn myndu kalla þá auðvitað einhvers konar svona guðlegt verkefni hér í þessu lífi og þessum veraldlega heimi og þetta er náttúrulega gegnum sýr Bandaríkin og þó að Bandaríkjamenn tala það og formlega séu þetta aðskilnaður ríkis og trúar og allt þannig ríkis og kirkju og slíkt að það náttúrulega er bandarísk orðræði og bandarísk hugmyndafræði gegn sýrð af því að Bandaríkin eru Guðs útvalda þjóð og eins með Rússa rússar trúa því að þeir séu líka Guðs útvalda þjóð sem náttúrulegu leiðtogi Slavanna eins og nefnir þriðja Róm með ákveði svona siðmenningar verkefni sem þeim ber að leysa einmitt og svo blása þessi ríki út á jaðrinum og stórveldin í Evrópu eru svona mismikið að spá í þeim og ekki svona í hringiðu stjórnmáluna alveg þetta Rússland kemur náttúrulega sterkt inn í þetta á 19. öldinni en það sem að gera síðan þetta 1918 eru þetta það að við fáum svona þessi svona intermediate svona bakgrunn fyrir þessu öll þegar að Bandaríkinu auðvitað koma inn sem aðili sem er að taka þátt í geopolítikin í Evrópu og
þú kemur með þessar nýju hugmyndafræðum hvernig hlutirnir eiga að vera, Wilsonismin, lýðræði og sjálfsákvörðun eftir þjóða og eitthvað svona. Já. Og sama tíma þetta eru Rússarnir sko konum með sitt eigið alternatív sem líka universal og líka eitthvað nýtt sem kommunismin og að bjóða upp á, þú veist, hér okkar alternatív fyrir hvernig við getum byggt upp heiminn aftur eftir fyrir heimsstyrjöldina, og það sósíalismi eða kommunismi, það sem að þú veist allir eru hafa það gott, og með Bandaríkin með sitt alternatív fyrir hvernig á byggja upp heiminn aftur í friði. Já, og það mikilvægt bara skjóta inn að það ekki hægt að vanmeta áhrif fyrir heimsstyrjaldar á vestræna menningu, því og ég þess fullviss að sagfræðingar setni tíma, setni kynslóða, komandi kynslóða eftir að tala að það Evrópa fyrir heimsstyrjöld og það Evrópa eftir fyrir heimsstyrjöld, og þetta gera sagfræðingar það nú þegar, því eftir fyrir heimsstyrjöld þá hrundi öll þessi trú á endalaus að framfara þróun, hvað að segja, góða náttúru mannsins, trúin á gömlu konungsríkin, mikið af þessari gömlu íhaldssemi, já, hvað að segja, komandi fyrir kynslóðir, að því börnu þeirra sem styrðu ríkjónum inn í fyrir heimsstyrjöld gáttu bent á foreldrar sín og sagt: þið stráfellduð okkar kynslóð, þið stráfellduð unga menn í 4 löng ár í tilgangslausu stríði, og það náttúrulega bara hrundi og fjall gjörsamlega tiltrú manna á samfélagsmyndina eins og hún hafi verið upp að þeim tíma. En það náttúrulega stór hluti af því, og allar þessar byltingahugmyndir sem koma síðan í kjölfarið út á fyrir heimsstyrjöld, hvort það sé einhvers konar sósíalismi eða kommunismi eða þess vegna þú tekur byltingar eftir seinni heimsstyrjöld, 68 byltingin og kynferðisbyltingin og allt þetta stafar allt af þessu rótleysinu og vantrúni á fyrir kynslóðir sem dróu menn inn í þennan hrylling sem var fyrir heimsstyrjöld. Þannig að það sko, þú getur ekki vanmeti hvað fyrir heimsstyrjöld hafði mikið áhrif, en það lifum við ennþá auðvitað við afleiðingar fyrir heimsstyrjaldar. Það mjög góð punktur hjá þér, og ég held að þetta sé einmitt að kannski líka við vitum auðvitað, við þekkjum kommunisman og Sovétríkin svo vel, að því að það eitthvað sem búið sko, og eitthvað sem vann ekki, varð ekki ofan á meðan sko, maður heldur ekki vann með þetta sko gildi hugmyndafræði Bandaríkjanna sem eitthvað nýtt og öðruvísi heldur en hafi verið fyrir í Evrópu fyrir 1918. Já. Að það sem þeir eru að bera fram að borð eitthvað sem að margir í Evrópu myndu hafa kannski hrist hausinn yfir þegar þeir voru að bera borð sínar hugmyndir hvernig ætti að stuðla að friði og uppbyggingu í Evrópu eftir 1918. Þannig að bæði þessi jaðarveldi, bæði þessi frontierveldi sem eru með eitthvað svona universal verkefni og hlutverk í heiminum samkvæmt þeim sjálfum, eru að koma þarna inn með þessar nýju hugmyndir, en þetta auðvitað bara hálfleikur, þannig að þetta Bandaríkjamenn draga sig í hlé, Bandaríkjamenn ekki með í þjóðabandalaginu og allt fer í bál og brand aftur, þannig að það runni ekki fyrir 1945 sem að þessi 2 jaðarveldi eru komin, og þá ertu auðvitað komið kalda stríði sem að runni bara stríð sem að varð ekki heitt. Þar sem að sko þetta snýst eitthvað annað heldur en eitthvað konga og valda jafnvægi, og eitthvað heldur snýst það sko hvor leiðin rétt til alheims hvað ég segja velferðar mannkins, þú veist ég meina. Friðar og velmegunar. Já. Svo langar við bara til að skjóta inn, því það kannski sumir að velta í fyrir svo hvað með Breta. Já. Sumir hafa talað þetta líka auðvitað breska heimsveldi, breska heimsveldi auðvitað var, hvað að segja, þriðja öflugasta ríki síns tíma, en það sem var mikilvægt að hafa í huga auðvitað breska heimsveldi og Bretland var auðvitað gjaldþrota 1945 og var gjörsamlega aðfram komið, þannig að þrátt fyrir það að Bretar standi uppi sem sigurvegarar eftir seinni heimsstyrjöld, að þá kostaði það Breta breska heimsveldið, en það heldur engin tilviljun að breska heimsveldið leyst upp hægt og rólega í kjölfar seinni heimsstyrjaldar, og Bretar verða
hvað var að segja, veikar og veikar ríki og lenda undir hælnum og Bandaríkjunum og eru þar enn þann dag í dag og stór hluta því okkur Bretar hafa meiri áhrif í til dæmis Evrópu en margar aðra þjóður vegna þess að þeir sækja styrkstinn alltaf til Bandaríkjanna. Sjáðu, við höfum þetta sérstaka samband við Bandaríkin og Evrópa í dag svo háð Bandaríkjunum að Bretar hafa alltaf getað spilað á það. Það eins og okkur Bretar að taka þátt í hinu þessum svona hernaðar leiðangrum og slíku. Þannig að þess vegna eins og þú segir, það náttúrulega bara í raun og veru þessi tvö kerfi sem standa eftir seinni heimsstyrjöld, það annars vegar þá kapitalíska bandaríska kerfið og svo sósíalístíska sovjetkerfið og Evrópa aðfram komin og búin með allt sitt og það ekkert annað, það ekkert þar að sækja raun og veru. Nei. Og svo náttúrulega þá spennan sem kemur í kjölfarið á því og það spenna sem við lifum við ennþá í dag í ýmsu leyti. Jú, og þetta tengist því sem við komum aðeins að hérna í síðasta þetta með og höfum svo sem og maður að sjá þetta í heimsmálunum í dag náttúrulega einhvern veginn þarna var komið á þetta gerfið það sem að Evrópa var bara skipt í 20 í miðjunni, klofin í miðjunni og hernuminn af þannig sem báðum aðilum og við getum talað að þetta var kalda stríð hugmyndafræðileg barátta sem snerist hugmyndafræði sem var stærri en einstaklingurinn og þjóðríkið en auðvitað var það líka realpólitík og valdabarátta stórvelda Sovétríkin var auðvitað líka stórveldi og Bandaríkin auðvitað líka stórveldi og þá auðvitað erum við með þessa hugmyndum að Vestur-Evrópa hafi verið eins og þú sagðir undir hælnum á Bandaríkjunum og Austur-Evrópa undir hælnum á Sovétríkjunum og síðan náttúrulega þetta yfirgefur Rússlandsviðið 1991 eða 1989, 1991 og síðan erum við kannski að sjá Bandaríkin yfirgefa sviðið núna og þá auðvitað eitthvað ný heimsmynd að koma í staðinn sjálfstæðisbarátta Evrópu í gangi núna Jú, í gangi núna og menn hafa ekki hugmynd í hvort fótið þeir að stíga þeir eru vanið því að pappi Bandaríkin sjá að vera þetta pappi Bandaríkin, já en það bara ekki hver var þessi spurði af því það er svo oftur að tala Evrópu og Evrópu hitt og þetta hver var þessi spurði aftur hver höfuðborg Evrópu, var það Kissinger hver höfuðborg Evrópu, hvað höfuðborg Evrópu hvert ringi ég ætla að tala við Evrópu það vegna þess að það engin höfuðborg í Evrópu þú veist, það engin sem getur hringt allar að tala við Evrópu og hvað ætla að tala við Evrópu, þú veist, hver það? Já veist, hvað það Budapest og Viktor Orbán? Það Kaupmannahöfn? Já, þú veist, það að tala við Starmer? Þú veist Þá neitt atriðið þarna í þessum stríðsplunum Sovétmanna sem við mjögulega tala eftir það sem að þeir heldu að einhver held að Luxemburg veri höfuðborg Belgíu Já, alveg rétt mjög fyndið Já En allavega, já, og það auðvitað kannski þetta líka að náttúrulega þegar við erum þetta svo aktuelt auðvitað fyrir það sem að gerist í heiminum í dag núna, það er alltaf að tala þessa hernaðar uppbyggingu í Evrópu og svona, þú veist að segja þetta í síðasta þetta í lók síðasta þáttar þú sagðir átt erfitt með að sjá það fyrir auðvitað því að Evrópuríkin vilja vera velferðaríki en það auðvitað sem að gerðist náttúrulega þarna Evrópuríkin gátu búið til velferðarkerfi af því að þau sluppu við að búa til þessar greiðalegu stríðsmaskinur sem að náttúrulega Bandaríkin og Sovétríkin voru svo við munum sjá núna í tengslu við kalda stríð þetta voru geðveikislega stríðsmaskinur alveg sturlaðar og það auðvitað meðal annars var til þess að Sovétríkin bognaði bara undan ábyrðinni auðvitað efnaðslegt bara allt of mikil byrði auðvitað þessi gríðarlega stríðsmaskína meðal annars ástæði fyrir því að Sovétríkin hrundu og meðan Bandaríkin eru náttúrulega bara þetta er náttúrulega bara tölur sem ekkert í neinu samhengi við neitt en síðan spurningin aftur þessu með þriðju heimsstyrjöld af því að pointið mitt var það að ég vil helst ekki kalla það þriðju heimsstyrjöldina ég vil kalla þetta heita stríð því að ef það hefði brotist út þá hefði það runni bara verið kalda stríði sem varð heitt það ekki þriðji parturinn í einhverjum þríleik með fyrir og seinni heimsstyrjöld heldur þetta uník stríð sem hefði verið þá stríð, hugmyndafræðilegt stríð milli Bandaríkjanna og Sovétríkjanna sem þá heita stríð en svo annar punktur í þessu sem svolítið áhugaverður Niall Ferguson var að tala þetta sagfræðingurinn skoski sem oft svolítið glöggur í þessum málefnum
ég held að það hafi verið bók sem hann skrifaði fyrir löngu síðan sem heitir World at War, getur það verið, eða World eitthvað álíka það sem hann að tala einmitt kalda stríðið og 20-stöldinu og að færa rauk fyrir því sko að kalda stríðið var sakar tónum, hann náttúrulega frægur fyrir að koma svolítið svona taka sér svolítið stórt í munn og svona ég gera það kallinn það þarf líka að vera þannig til þess að verða best-selling author þegar maður í sækfræði og svona við getum alveg fyrirgjóðanu það ég veit og það sem að væri að segja held ég að sko kaldastriði var ekkert kalt ef þú segir að kaldastriði væri kalt þá hefur þú allt annað skynbrað á hitastig heldur en ég af því þetta var mjög mikið styrjaldir á þessu tímabili bara ekki í Evrópu mitt og ekki beint stríðut á milli þeirra en alltaf óbeint og var einmitt að taka saman alls konar tölur sko mannfall í stríðum sko fyrri helmingi 20. aldar og seinni helmingi 20. aldar það sem var að færa rauk fyrir því að það voru þetta fleiri sem dóu í sjálfum heimstyrjöldunum og svona en svona heilt yfir og þá þetta kannski mörguleiti meira ófriðar ástand á heimsvísu á kalda stríðsárunum heldur en það var fyrir 1945 sem smákvæmdispunktur og það einmitt notaðan hugtakið sko ekki the third world war heldur sko the third world's war það að segja eins og íslensku myndir að segja sko þriðja heimsstyrjöldin í staði fyrir þriðja heimsstyrjöldin ég veit þriðja heimsstyrjöldin af því að hún átti sér stað í þriðja heiminum eða það sem var heimtíma þriðja heimurinn það er punktur í ára og fyrir að allar þessar þjóðir þá í þriðja heiminum sem lendu í þessu stríði þá var það alveg rétt þetta var alveg gífurlega blóðugt og heitt stríð þá vorum við að tala Kóru og Vietnam og Afganistan og Angola og Eþjópíu og Chile og áfram eftir lengi telja en eins og við vitum Andriðu þetta miði alheimsins það er Evrópa og Eurocentrismin það er Evrópum miðjan þar var ekki stríð þannig að þess vegna kallum við að kalda stríð og svo er þetta spurning getum við rætt það að komið svo miklu leiti þessi átök sem hafa verið í þriðja heiminum svo kallaða og sko þegar ég segi þriðja heiminum þá erum við að tala sko á kalda stríðsárunum þá talaðum við sko fyrsta heiminn sem Vestur-Evrópa og Bandaríkin annar heimurinn sem hinn sósíalíski heimur og þriðji heimurinn allt hitt þó að í nútíma skilningi þá þetta þýðir þriðji heimurinn yfirleitt sko fátæk ríki en það er ekki það sem við erum áttið með þessu sko þau geta alveg verið rík þó þessu í þriðja heiminum sko svo náttúrulega talar maður ekki þetta í dag en náttúrulega maður ekki þetta alþjóðlega suður þýðu það sem svo the global south emerging markets eða það orðin máttur það ekki þannig að það er passið hvað maður segir og svo segjum við þróunaríki í staðin fyrir þróuðuríki ég held að það sé lítið talað í dag er ekki alltaf verið að vega að því þróunaríki svolítið orðræðinu verið að vega að því en þetta tillingin skiptir að bara sigur og svona þetta bara kalla hlutina sem þeir eru en af hverju kom þetta stríð aldrei? Það er góð spurning ef við lítum fljótt á heimsmyndina eins og hún var hérna 1945 vorið 45 þá ætla var búið að leysa Þýskalandsvandann og Þýskalandsvandinn var auðvitað þetta að Þýskaland var þetta öfluga ríki hérna í mið-Evrópu sem var auðvitað að leitast við að ná yfirráðum yfir Evrópu ekki endilega heims yfirráðum það er rangt að halda því fram en allavega yfirráðum yfir Evrópu og valdaböld og allt slíkt og það er leyst þetta 45 eða Þýskaland er þurrkað út bókstaflega og hernumið og brotið á bakaftur algjörlega og nasismi og fasismi er kaffarð gjörsanlega það sem gerist þá síðan eftir þetta er að Bandaríkjur eru mjög fljóta að kalla sína heri aftur til Bandaríkjanna og Sovétríkin gerðu það þetta miklu leyti líka þetta náttúrulega var það mikið álag á samfélögin að halda út til milljónum ungra manna á besta aldri í hernum er náttúrulega rosalega dýrt fyrir samfélag
en þrátt fyrir það þá auðvitað, þú veist, Rússland hafði náttúrulega upplifað það mörgum sinnum að það vera ráðist inn í Rússland og þess að það líka hlutaði afhverju við erum að tala þessar löngu línur sem ákveðin inngang að þegar Stalin horfir á heimsmyndina 1945 þá hefur hann auðvitað í huga líka Napoleon og fyrir Napoleon Karl XII og fyrri innrásir og Mongóla innrásina og niðurlæginguna af hönd Mongóla, þú veist, allt þetta í huga hans líka eins og það hefur verið í huga rússneskra leiðtoga lengi. Þannig að stór hluti af þeim markmiðum sem Stalin setti sér var auðvitað þá að setja upp leppríki og ríki sem myndu veita ákveðna vörn fyrir þá einmitt sovjaska heimalandið. Af því að Rússland hefur engin náttúruleg landamæri. Það ein stór slétta sem tegir sig allt frá Bretagne-skaga við Atlantshafið og allt austur til Vladivostok. Það engin náttúruleg landamæri þar. Einhverju dettur hug kannski Úralfjöllin en það svo sem bara lágar stórar hæðir eða lág fjöll miðað við Karpaþíufjöllin eða Pýreneafjöllin eða Alpana eða hvað maður vill bera það saman við. Þú getur kannski sagt að Kákasusfjöllin séu vissuleyti náttúrulega landamæri. Já, í suðri, en annars náttúrulega, þú veist, Moskva og rússneska. Góbí-eyðimörkin kannski? Já, þetta getur maður tvalið sama þegar maður að taka svona stórt landflæmi þá náttúrulega ákveðin náttúrulega landamæri. Þú veist, jú, þú alveg sagt Atlantshafið í vestri, Norður Íshaf, Kyrrahafið, Góbí-eyðimörkin og Kákasus og svona spurning, þú veist, viljum að tala hvar maður að draga mörkin í Mið-Asíu en allavega hana. Þetta allavega ein massív slétta alveg frá Frakklandi og alveg austur til Vladivostok. Þannig að Rússar þá auðvitað sá þetta tækifæri auðvitað vegna þess að rússneski rauði herinn auðvitað var í Berlín bókstaflega og komið lengra vestur en það. Þá var þarna gulli tækifæri auðvitað að setja á laggirnar ríki sem gátu veitt Rússlandi ákveðlega vörn og ekki minnst dýftu auðvitað. Ef það myndi brjótast út annað stríð, það líka mikilvægt að hafa það í huga að í rússneska borgarastríðinu þá réðust náttúrulega bandamenn inn í Rússland. Það var japanskur her í Vladivostok, það var breskir hermenn í Arkangelsk í Norður-Rússlandi og þessi kapitalistísku öfl sem höfðu unnið fyrir heimsstyrjöld gerðu hvað þau gátu til þess að þurrka út byltinguna og vega að Rússlandi og Rússland var einangrað og það var reynt að kæfa byltinguna eins og hægt væri og hvítliðar studdir og erlent herlið á rússneskri grundu. Þannig að þetta verður maður að hafa í huga þegar maður reynir að skilja af hverju Stalin og Sovétríkin settu á laggirnar öll þessi leppríki og reyndu að svona halda aftur af NATO því þetta var mikil ógn af Bandaríkjunum því að Sovétríkin náttúrulega voru líka aðfram komin efnahagslega séð við lok seinni heimsstyrjaldar og ekki minnst þá höfðu Bandaríkin líka kjarnorkusprengju og það mikilvægt að hafa það í huga að Bandaríkin gátu varpað kjarnorkusprengju nú þegar í ágúst 45 og gerðu það, Hiroshima og Nagasaki á meðan að Rússar sprengju ekki sína fyrstu kjarnorkusprengju fyrir 1949 ef mann rétt. Þannig að þessi fyrstu ára eru sérstaklega viðkvæm að Rússar hafði ekkert svar við kjarnorkusprengjunni. Þannig að það náttúrulega mikilvæg hluti líka og svo náttúrulega þetta deiluefni innan sakfræðinar hver ber mesta ábyrgð á kannski upphafi kaldastríðsins og að það fór svo það fór. Og það myndi ég segja hafi verið mikill miskilningur á bóa það sem að menn mistúlka og túlka kannski hlutin á versta veg en síðan náttúrulega líka mikilvægt að hafa það í huga að Winston Churchill var nú alveg að viðra þær hugmyndir að halda stríðinu áfram eða bara ráðast beint á Sovétríkin. Operation Unthinkable. Já, og þurrkaði út og hann alltaf dreymdi það að þurrka út Sovétríkin, þetta hataði hann kommunismann og barðist mjög hart fyrir því í fyrri heimsstyrjöld og millistríðsárunum að styrkja þá andsovjask öfl. Já. Þannig að, þú veist, hérna alveg heilmikið sem mikilvægt að reyna að hafa í huga þegar maður reyna að skilja af hverju byrjaði kalda stríðið og okkur fór það eins og það fór. En mér finnst já, það alls konar skólar og kenningar þetta og hérna kannski ég svolítið svona en mér svolítið erfitt að sjá hvernig þetta hefði ekki geta orðið að kalda stríði vegna þess að þessar tvær hliðar voru svo ólíkar hugmyndafræðilega séð
og þetta eru líka valdapólar skilurðu sem hafa sína öryggishagsmuni Já. Þannig að þú veist það er kannski ekki endilega aðalatrið af hverju kaldastriði byrjaði þannig séð hverjum það er að kenna og það er alls konar kenningar það og svona en kannski frekarspurningin er sko af hverju varð þriðja heimsstyrjöldin eða heita stríðið ekki Já. Hvernig komið þeir í veg fyrir það og það er auðvitað það sem er svo áhugavert að kaldastríðið er auðvitað sko þetta eru náttúrulega mestu stríðsvélar sem að heimurinn hefur nokkur tíman á mannkynsögunni séð algjörlega það eru þessi tveir herir og þessi viðurstyggilegu kjarnorkuvopn En svo ætlum ég bara að skjóta þeim líka, ég held að það sé líka alveg rétt hjá þér, ég held að hafa ekki getað farið á nokkurn annan veg og það er líka eins og John Mearsheimer talar hérna ertu bara að tala kalda stórvelda pólitík, það er bara stórvelda stjórnmálin sem stýra það er eins, við skulum ekki gleyma því Bretar voru alveg með hernaðaráætlanir í sínu varnarmálaráðuneyti hvernig þeir ætluðu að berjast í Bandaríkin og þá vorum við að tala það að þær áætlanir lágu í breska varnarmálaráðuneytinu alveg svo seint sem hvað var að segja, allavega fyrri heimsstyrjöld, kannski á millistríðsárunum og það er eins með Bandaríkjamenn með hernaðaráætlanir og hvernig þeim myndir ráðast inn í Kanada og takast á við breska herinn og flotan alveg upphafi 20. aldar og þetta eru þjóðir sem við lítum á svo mikla bandamenn af því að það eru þetta bara kaldur raunveruleikin sem stýrir Algjörlega. Og þetta er líka eins og Mearsheimer benti á þegar hann var í viðtali í Indlandi af því að nú eru bandar ekki mikið að bera víurnar í Indverja og reyna að virkja Indverja sem bandamenn og mótpól gegn Kína og svo var hann spurður hvað gerir Bandaríkin ef Indland verður síðan tekur við af Kína sem kannski mögulega næsta stórveldi sem er mjög raunhæft því að margar ástæður fyrir því og við erum ekki tíma til þess að fara í sauman á því þá sagði þetta Mearsheimer það er alveg augljóst Bandaríkin auðvitað þá bara til að snúast gegn Indlandi og þið verður bara næsti andstæðingurinn vegna þess að þetta er náttúrulega bara stórveldapólitík Algjörlega, og það er náttúrulega þessi svona realismi og alltaf og hérna og svo þetta getur tekið þá náttúrulega í þessu tilfelli ef þú ert idealisti, þá er það líka mjög raunhæft argument að þetta voru náttúrulega andstæði pólar líka því en spurningin er náttúrulega, þú veist, af hverju braust heita stríðið ekki út og hvernig þetta náttúrulega leystist svona vel í rauninni bara, þú veist að Sovétmenn bara lögðu sig niður og opnuðu faðminn og Gorbachev og Reagan voru bara bestu vinir og svona og hann Gorbachev þess að þeirra voru í Reykjavík og hann Reagan sagði þarna við ætlum að eigið öllum kjarnorkusprengjunum og svo komum við aftur eftir 10 ár hingað til Reykjavíkur og ég segi við þig Mick, I have here my last nuclear bomb and you will say Ron, I came here with my last nuclear bomb sem var nú reynda var ekki úr því miður en það er þetta spurningin og ég held að það er einföld ástæð fyrir því og hún er náttúrulega svo að þeir vildi ekkert fara í stríð bara svo einfalt hvoru hlið hafði áhuga á því að fara í þriðju heimsstyrjöldina ég held að sé alveg rétt ég held að sé það er réttast á einfaldast útskýringin það er einfaldast á réttast útskýringi þó svo að þeir hötuðu hvern annan svona mikið allstaðar og bygguð til þessar klikkuðu stríðsvélar að þá einfaldlega höfðu þeir ekki áhuga á því að fara í stríð við hvern annan og þú sér það í allir þessari umræðu í bæði í samtíma umræðunni og í skjölunum sem hafa komið upp eftir fall Sovétríkjanna að bæði Varsjabandalagið og NATO voru varnarbandalög sem voru alltaf að verjast innrás frá hinum báðir sáu hinn sem ógn og ég held að þetta sé eitthvað sem er auðvitað mikilvægasti lærdómurinn fyrir okkur inn í vestrinu þegar að austurblokkin fjall að komast að því að þeir voru litlir hræddir strákar einmitt, rétt eins og við erum litlir hræddir strákar einmitt og stelpur og þetta er kannski bara mikilvægasti punkturinn í líka þessum þætti hérna því eins og þú segir, það er bara stórmerkjöld og ég verði að viðkjóna það
ég gerði mér ekki grein fyrir því hvað Varsjárbandalagið hafi verið, því eftir að ég er búin að lesa núna og var einmitt að glugga í þessar bækur sem ég sendi þér, þá einmitt fekk ég allt þar að sína á Varsjárbandalagið og það sem er sérstaklega mikilvægt að gera sér grein fyrir er einmitt að allar hernaðar áætlanir og markmið og hvað það var Varsjárbandalagsins gengu alltaf út frá því að ef stríð myndi byrja að þá myndi stríði hefjast þannig að NATO myndi ráðast á Varsjárbandalagið. Nákvæmlega. Og það segir rosalega mikið hugsunarháttið. Það voru engin plön sem gengu út frá því að Varsjárbandalagið myndi ráðast á NATO að fyrrabræði. Nei. Þetta var alltaf NATO einhver hluti vegna byrjar þessa árás og síðan munum við gera svona og rúlla inn. Já. Og það er eins með NATO. NATO var ekki með nein plön hvernig þeir myndu ráðast inn í Sovétríkin eða ráðast á Varsjárbandalagið að byrja slíkt stríð. Heldur alltaf, hvernig bregðust við árás. Við erum alltaf að fara að hafa varnarstríð. Algjörlega, og við vissum þetta náttúrulega hérna í vestrinu, auðvitað eru við aldrei að fara að ráðast á Varsjárbandalagið. Auðvitað eru við aldrei að fara að gera innrás í Sovétríkin. Nei. Ég meina, sjálfsög ekki. Auðvitað ekki. Okkur myndi ekki detta það í hug. Og eins með Sovétríkinu auðvitað við aldrei að fara að ráðast á NATO, en kapitalismin er svo árásagjarn og það er í eðli rániskjunnar og kapitalismin að ráðast á aðra og kúa og beygja þar, þess vegna þurfum við að passa okkur og verja okkur. Það var hugmyndin. Já. Og svo segjum við þetta sagði náttúrulega sem orthodox söguskoðun kaldastrið eða paradigmanum sem var ráðandi í byrjun og hefur síðan fengið svona, að því það eru ákveðin svona skólar í tengslu við sagnareitunum kaldastrið, það sem að mann ekki, það fer svolítið eftir bara hvernig pólitíkin er, það eru kalla orthodox skóli sem er að ráðandi í byrjunni og síðan kemur svona revisionismi í tengslu við Vietnamstríð og síðan kemur ný orthodox skóli eftir með reganismanum og því öllu. Og síðan nýr skóli og nýr nálgun eftir fall Sovétríkjanna og svona. Það sem að talaði með sem þessi orthodox nálgun er að þú veist að alræðishyggja, totalitarianismi, sama hvort að það heitir nasismi eða kommunismi, það er mannskemmandi hugmyndafræði sem mun blása út, og kommunismin er útþenslu hyggin stefna sem hann þetta er. Og að það sé svona, og að Rússland og kommunismin sé svona eins og Mordor sem blæs út, koma svona hjarðir af svona þræla hermönum sko, sem við þurfum að stoppa. Já. Og ef við setjum ekki niður fótinn hér, ef við lyftum stigvélinu upp, þá bara opnast flóðgáttina bara og þræla herinn bara ryðst yfir, skilur allstaðar. Það er náttúrulega þessi orthodox og náttúrulega þessi kennan og þessir gaurhætti upphafi kaldastríðsins í vestrinu hugsuðu og það er svo sem ekkert að skamma það fyrir það, menn það var bara þannig sem það leit út fyrir þeim. Já. En við vitum það þetta núna, ég meina Sovétmenn hugsuðu eins að það er kapitalismin sem er bara býð eftir tækifæri til þess að ráðast á okkur. Það gerðu þeir 1918 eða hvernig sem það var þegar reist inn í, eins og þú varst að nefna 18, 19 og ég man ekki hvernig síðustu herindi fóru, en ég held þeir að farið bara létt við lok stríðsins, endar ekki rússneska borgarastríði 23 eitthvað þar bil eitthvað svoleiðis og svo auðvitað líta náttúrulega auðvitað marxistar eða kommunistar auðvitað svo á að náttúrulega innrás Þýskalands er auðvitað kapitalismin í sínu versta formi, loka stígi, það er fasismin. Já. Það er rauninni bara svona dauða stríð kapitalismans fyrir tilveru sinni. Já. Sem var innrásin í Sovétríkin. Já. Og þetta er svo mikilvægt að hafa í huga, því þetta auðvitað gegnum sýri síðan allar valda ákvarðanir auðvitað. Og þess vegna er svo mikilvægt að gera líka grein fyrir því að, hvað maður að segja, skoðanir og raunveruleiki fara ekkert endilega saman, og ég ger mig líka grein fyrir því að þeir eru nota orðið svo raunveruleiki að það er heldur ekkert allir sammála hvað er raunveruleikin, og nú er ég nú ekki eitthvað svona menningarlegur afstæði sinni, en það er samt mikilvægt að gera sig grein fyrir því auðvitað að Sovétríkjun auðvitað og valda elitan þar bjóðu auðvitað allt annan raunveruleika en valda elitan í Bandaríkjunum eða Bretlandi.
Já. Og þegar þú ert með svona rosalega mismunandi heimssýn, þá náttúrulega mjög erfitt að ætla að setjast niður og ræða málin. Og þetta auðvitað eitthvað sem gildir auðvitað en þann dag í dag. Einmitt. En það áhugavert þetta með sko að þeir vildi ekki stríð að með þetta, nú vorum við að tala þessi varnar, en svo þetta kemur náttúrulega kjarnorkuváin inn í þetta líka. Og þá auðvitað mótast auðvitað á kaldastríðsárunum, sérstaklega á seinni hlutunum, mjög svona sophisticated sko leið til þess að koma í veg fyrir heimsendi í gegnum kjarnorku stríð. Já. Og þú veist, og eftir Kúbudöluna var ekki eftir Kúbudöluna sem þið sett upp beinu línuna á milli Moskvu og Washington. Jú, minni mig. Já. Og og það kannski það sem svo óhugnanlegt þegar maður ber þetta sama við heiminni svona í dag, að þú veist, og þegar þú hugsa líka sko 1914 sem stundum talaði í hlaðvarpinu, að þú veist 1914 einhvern veginn þá ég veit ekki, þetta kannski einföldun en maður hefur svona ákvæmna hugmynd sko, þú veist að þá það kannski enginn sem vill stríð beinlinis, en þeir einhvern veginn bara svona rata að svona næstu því óvart út í það. Já. Skilurðu, og síðan eru þeir einhvern veginn alveg fram á síðustu mínútu einhvern veginn að reyna að koma í veg fyrir það sko. Já. Og og svo þetta þegar það byrja þá fyrir allt í gang náttúrulega svona. Síðan náttúrulega með seinni heimsstyrjöldina sem alltaf öðruvísi því það náttúrulega vildumenn beinlínis stríð, það náttúrulega með Hitler sem bara vill stríð og bara vinna aktíft af því. Já. Og síðan ertu með sko með kaldastríð eða heitastríð það sem að sko verður til þessi svona eftir Kúbudelun og eftir svona seinni partinn, þá verður til þessi skilningur að bara sko stríð það ekki bara það engin villa heldur má það bara ekki gerast, það bara má ekki gerast, það bara óhugsandi í rauninni að það verði stríð. Já. Og þess vegna finnst mann svo ógnilegt núna þegar fólk alltaf í fara að tala svona stundum finnst mann hálf óábyrgt og ég veit það kannski svolítið ljótt að segja það en sko stundum finnst mann eins og Pútín sé svona gamall kaldastríðskall sem hugsar ennþá í svona einhverjum kaldastríðsparadigma sem segir sko stríðu vestri er óhugsandi einhvern veginn á meðan sko hérna sem þú varst að tala um í innganginum sko að það er fólk sem actually þú veist einhvern veginn að já, liggur við að tala fyrir stríði við Rússlanda en fólk þarf að átta sig á því það er óhugsandi, þú veist, það getur ekki gerst og það má ekki gerast. Eins og maður hefur heyrt bara raddir frá Þýskalandi það sem menn hafa verið að tala um það sem mögulega stríður Rússlanda eftir nokkur ár og það er mjög óhugnulegt og það var áhvert einmyndi að bera það saman við hvað með heyri frá Rússlandi því Pútín er alveg harður á því að stríðið NATO er óhugsandi. Já. Og einmitt er þú veist fastur og hann er auðvitað barð þessa kaldastríðs paradigma og hann náttúrulega sem barð þessa kaldastríðs paradigma er hann náttúrulega haga sér svona sem að maður myndi kalla kannski irrational með því að ráðast inn í Úkraínu til þess að verja þess að öryggishagsmuni sína því að hann náttúrulega lítur á NATO auðvitað sem þessa ógn sem Rússar auðvitað lítu á það á kaldastríðsárunum sem þessa ógn og eins og þegar Pútín spurður út í Finnland að Finnland sé komið inn í NATO þá segir hann er Finnland öruggara núna heldur en það var sem hlutlaust ríki. Ég myndi ekki segja það því að það sem að þetta þýðir þetta bara er að núna mun koma vopnabúnaður frá NATO og jafnvel kjarnorkusprengjur eða eitthvað inn í Finnland sem verður beint á okkur og við neyðumst til að svara með því að setja vopnabúnað á landamæri við Finnland til þess að verja okkur gagnvart þessu. Já. Þannig að þú veist, þetta er svona þetta er sami hugsanarhátt og það er náttúrulega svolítið skeri hvað gerist þá þegar Pútín deyr sko og kemur ný kynslóð þar og þegar þessar kynslóðir þess að við talaðum þegar þessar kynslóðir deyja út sem muna eftir hvernig hlutinni voru í kaldastríðinu þeir eru svona gaurar á okkar aldri og svo J.D. Vance er hann ekki bara sumpaða gamall aðeins aldrei við já, þú veist það heldur ekki alveg tilviljun að hvað var að segja, þú veist, nú voru liðin allur þessi tífi frá setni heimsstyrjöld og hinn elstu sem muna þetta eru hægt og rólega að deyja núna einmitt og við náttúrulega séð það áður til dæmis að það er heldur ekki tilviljun eftir til dæmis allar blóðúthellingarnar eftir Napóleonstríðin að 1815 þá fór Evrópa inn í töluvert langt friðartímabil
Jú, með nokkru styrjöldum og með Krímstríðið sem var nú þó bara milli Rússa og Frakka og Breta blóðut og allt það en samt engan veginn á við Napóleonstríðin eða stuttustríð Þýskalands til þess að sameina Þýskaland og eitthvað slíkt en það er ekki tilvílun að þú veist svona langt friðartímabil alveg liggur við alveg hátt í 100 ár ok, og svo fáum við þetta blóðu á tímabil með fyrri og seinni heimsstyrjöld og svo eru blóðsúthellingarna þar svo svaðalegar og eyðileggingin svo rosalega að menn verða fyrir fylgu sjokki 1945 að menn hugsa bara þetta getur aldrei endurtekið og svo eru þetta svo kynslóð sem eða það er kynslóðir sem sögðu þetta hérna getur aldrei endurtekið þetta var allt og hryllilegt við bara megum ekki láta þetta gerast aftur það náttúrulega hægt og rólega að deyja út og þegar þú fær það eins og þú segir okkar kynslóð þú veist, ég fættur 1990 þú ekki hvað 89 þú veist, fyrir mér þetta setni heimsstyrjöldin eða fyrir okkur náttúrulega bara sagfræði þú veist, ég lifði ekki þessa tíma og þetta er það fjarlægt að þá breytist þetta hugsunarátturinn og það kannski hvað maður að segja, maður kannski gerir sér ekki alveg jafn mikið grein fyrir hættunum sérstaklega eins og Evrópa núna sem er búin að búa í frið svona lengi og það er náttúrulega mjög mikið hernaðartal núna í Evrópu sem er mjög áhugavert Það er mjög áhugavert og það er líka óhugnalegt en í tengslegu kalda stríð að það er náttúrulega þessi hugmyndum mitt stríðið getur ekki gest út af nuclear deterrence kjarnorku fælnin hvað það hugtak heitir í íslensku því menna það er settur upp bein lína á milli Moskvu og Washington og þeir geta að tala saman og örgulega geta hringt í gott annan hvenær sem og allt þetta og þar eru þá örsturunni með 2 aðila sem að passa upp á þetta og það verður til ákveðin svona skilningur og hann talar þetta John Lewis Gaddis sem bandarískur sagfræðingur sem mikið skrifað kalda stríð og ein bók sem hann skrifaði enda fyrir mjög lungu síðan held ég sem heitir The Long Peace hún hafi komið út 80 eitthvað fyrst sko þar hann einmitt að tala sko af hverju kalda stríði var í rauninu svona mikið friðatímabil sko það var í rauninu mjög langur friður í Evrópu og þar talar hann einmitt sko einmitt það kjarnorku váin það eru þetta þessi defineruðu áhrifasvæði sko og eitthvað svona skilningur það að þú hreyfir þig ekki yfir það og það sjáum við þetta til dæmis bara í því að það gerist nokkru sinnum að það voru ríki í Austurblokkinni sem að vildu yfirgefa Austurblokkina þá voru við að tala Ungverjaland 56, Tékkóslóvakíu 68 þá voru með vesen á pólverjum vesen og svona og þetta eru þessir atburður sem að við höfum séð sem mjög svona ógnandi atburði og mjög ógnandi svona hvernig sovjetmenn brugðust við þeim með því að þetta gera bara innrásan í sér lönd og svona en þetta var samt að vissuleiti stabiliserandi vegna þess að ef Bandaríkjamenn hefðu þarna til dæmis valið að grípa inn í til dæmis til þess að þú veist hlusta á það sem að þeir voru að segja í Ungverjalandi til dæmis að nú ætlum við að yfirgefa Varsjabandalagið eða jafnvel taka upp kapitalist samfélag eða kannski ekki svo langt kannski en markaðslausnir og vera njútral hlutlaust ríki og eitthvað svona Bandaríkjumenn sögðu bara nei, þú veist, við getum ekki fært okkur eitthvað inn fyrir játntjaldið og að vissuleiti þó það hefur verið blóðugt fyrir þessar þjóðir að upplifa þetta þá svona fyrir heiminn getum maður sagt að þetta hafi verið stabiliserandi að þeir svona virtu áhrifasvæði hvors annars í Evrópa allavega Já ég gerði það og mikilvægt að hafa það auðvitað í huga þannig að það voru skýra línur og við sjáum það auðvitað líka á hinvegin því eins og til dæmis í Grikklandi borgarastyrjöldin þar eftir seinni heimsstyrjöld Stalin til dæmis dró sjálf til hlés þar og leifði þannig séð alveg kommunistum þar að vera barðir niður og Grikkland fjall þá einmitt inn á þá áhrifasvæði Bandaríkjanna og var hluti af NATO og allt slíkt og eins með Tyrkland, þú veist Tyrkland fekk tiltölulega auðveldlega að ganga inn í NATO og þá lenda inn áhrifasvæði Bandaríkjanna og það er náttúrulega mjög áhugavert að þú sér þarna að það er alveg skýra línur og menn virða þær línur
og það náttúrulega líka einmitt vegna þess að menn eru þá uppteknir að því að þetta við bara getum ekki farið í nýja styrjöld og svo náttúrulega líka þetta mikilvægt að hafa það í huga að Stalin þetta gerir sig grein fyrir því og sérstaklega þá í byrjun kalda stríðsins að Sovétríkin hafði ekki burði til þess að fara í aðra styrjöld þá sovétsku iðnaður þetta var aðfram komin og Bandaríkjamenn þetta höfðu gerð sér grein fyrir því líka bandarískur almenningu hefði náttúrulega engan áhuga á því eftir seinni heimsstyrjöld ætla núna að fara að berjast við Sovétríkin og hinn almenni Bandaríkjamaður hefði þetta spurt sig býtu af hverju ég að fara að berjast núna frá Rín til Vestur Þýskalandi allt til Moskvu af hverju hvað var Sovétríkin gert okkur af hverju ég að deyja í ykkur slíku stríði og það er náttúrulega mikilvægt hluti að því náttúrulega af hverju það braust ekki úr stríði þessi fyrstu ár þrátt fyrir að þú hafi haft þannig sé augranir sem hefðu getur orðið að stríði svo til dæmis borgarastríðið í Grikklandi og ekki minnstu þetta Kóreustríðið algjörlega en Kóreustríðið þetta náttúrulega var í Asíu og langt fara á þetta Evrópu en engu að síður, þú veist samt meir sér þar standa menn svolítið á bremsunni og halda í taumana og koma í vekk fyrir að þetta staðbundna stríð breytist meira út Já, en það er náttúrulega Kóreustríð líka kannski alveg í byrjuninni á kaldastriðinu og svona hluta þeim svona sögulega aðdraðandi hvernig kaldastriðið var til líka svolítið svona En maður hefði getað ímyndið sér að Kóreustríð hefði getað farið eins og Austurríki-Serbíustríðið sem byrjar bara sem staðbundi stríð Austurríki-Ungverjaland ætla að losa sig við Serbíu og sé vindur upp á sig og endar í fyrir heimsstyrjöld að meðan að Kóreustríðið maður hefði getað mist tökin einhvern veginn og það sem er svo óhugnulegt líka er að við ímyndum okkur ofta stjórnmálamenn hafi svo mikið völd en það sem er áhugavert er að meira segja valdamennir og þeir sem við lítum á kannski sem valdamestu menn í heimi þeir upplifa sig sjálfas oft sem mjög valda litla vegna þess að þeir gera sér grein fyrir og standa náttúrulega í raunveruleikanum og mæta raunveruleika þar sem að völdir eru takmörkuð og þeir geta ekki gert nákvæmlega sem þeir vilja og það er alveg saman hvort þú sér að tala í dag til þeim Trump eða Putin eða Xi Jinping að það er náttúrulega allavega takmarkanir sem þeim eru sett og það er náttúrulega eins með Kóreustríð að maður geta mist síðan tökin maður geta mist stjórn á stríðinu En já, þetta er ákveðs punktur auðvitað með náttúrulega þessar krísur sem hefðu getið orðið og allt það að þetta erum við með marga krísur og það kannski helst þetta fyrra tímabil og þetta getur við skipt þessu upp í 2 tímabil náttúrulega það er fyrir og eftir 1964 basically sem við skiptum kaldastríðinu svolítið upp og það er náttúrulega þetta fyrra tímabil sem er náttúrulega miklu óhugnanlegra af því þá er miklu meiri óvissa og þú ert auðvitað með hluti eins og Kóreustríðið og allt þetta og svo erum við auðvitað líka með þetta þessar pólitísku krísur auðvitað í Evrópu með kringum Þýskaland þú ert með Berlínar krísuna 58-61 sem enda með Berlínarmúrnum þú ert með loftbrúna hvernig var það 48 Berlínar blockade og það eru svona minni krísur en það er líka áhugavert að þegar maður segja að þeir vildi ekki stríð að það sem að Khrushchev gerir á 7. áratugnum og fram til 64 eða 65 þegar honum er komið frá völdum er að hann er svolítið svona loose cannon og hann er svolítið að spila á svona nuclear brinkmanship eins og það hefur verið kallað sem er svona þú veist að nota kjarnorkusprengjurnar sem eitthvað svona trompspil til þess að reyna þú veist að fá meira fyrir sinn snúð og svona og gerði það í tengslu við Þýskalandsmálið af því að það er einmitt auðvitað þessum tíma þegar það er ekki búið að útkljá alveg hvernig á að skipta Þýskalandi það er ekki fyrir 1973 sem að Austur- og Vestur Þýskaland eru í praxis viðurkennd af báðum aðalunum og löndin eru tekin inn í Sameinuðu þjóðirnar það er alveg opin spurning ennþá alveg fram til fram að cirka 1960 hvort að ég sameina þetta og hvernig þetta á að vera og mikilvægt líka að skjóta það inn að til dæmis í Sovétríkjunum þá voru alveg hugmyndir þess efnis að styrjöld getur brotist út með því að
með því að gera friðarsamning við Þýskaland. Þetta var það eldfimt að menn sá alveg fyrir sér að það getur orðið kveikjan að einhverju stríði. Já, en það sem áhugavert með þetta að sko Khrushchev gengur rosalega langt í þessu. Já. Og þú veist, og þetta allir með að mæta með kjarnorkusprengjurnar til Kúbu og allt þetta og við vitum það að þú veist, þar voru menn alveg bara halda niður í sér andanum með kjarnorkustríð og svona. En þetta sko slær hann eiginlega í bakið sko. Já. Því að svo honum komið frá völdum og það basically út af því að hann var að haga sér svo óvarlega. Já, menn voru hrættir heima fyrir og þegar tala þetta sko að þetta var eins og alltaf í Sovétríkjunum sko, mikið leynd alltaf yfir öllu og svona og þetta kom ekkit fram sem opinber náttúrulega ástæða sko, heldur var þetta eitthvað sem að menn hafa bent á eftir á að þú veist að þessir hópar sem að þetta voru kallað anti-party grúp var ekki það sem var kallað þessir hópar sem voru að berjast gegn Khrushchev, þetta voru hópar sem höfðu stuðning hjá sko elitinu í Sovétríkjunum í hernum og þetta voru gaurar sem voru búin að fá nóg af þessum æsingi í honum og þessum svona þessu brinkmanship politík sko að vera fara svona út á brúnina alltaf að augra sko og þú veist hvað ef hann bara þú veist næst sko gerir eitthvað sem verður til þess að við förum í þetta kjarnorkustríð og þá eru allir dauðir skilur Já, mitt það er svo mikið klikkun líka því að eins og ég nefndi þessar bókmyndir áðan þegar ég var að kynna mér þessar hernaðar áætlanir og svona hvað menn hugsuðu við erum að tala það að menn sá kannski fyrir sér að hvað við segja helmingurinn af iðnaðarframleiðslunni væri farin. Já. Þá náttúrulega fylgir þá með þú veist að helmingur kannski íbúan eru dauðir. Ok, og hvernig ætlum við síðan að halda þá stríðinu út eftir það? Já, við erum búin að missa svona mikið. Við ætlum að nota kjarnorkusprengjur þessar borgir eru farnar og hvernig ná að berjast síðan áfram. Já. Þetta er náttúrulega svo sturlað, þetta er náttúrulega svo fjarlægt þetta í dag að hugsa svona, en þetta hræddi mennu vegna þess að þetta var raunveruleiki sem hékk yfir þeim stöðugt. Já. Og enda algjörlega Khrushchev náttúrulega brendi náttúrulega alla brýrað baki sér eftir að hafa gengið svona rosalega langt fram og verið alveg við jaðarinn og hrist svona sverðinn og augrað með kjarnorku og það er náttúrulega hræddu þetta elituna heima fyrir og hræddu og auðvitað eru náttúrulega bandaríska elitan hrædd líka. Og það er náttúrulega stór hluta því af hverju menn síðan eftir Khrushchev samþyktu að svona taka ennþá fastar í taumana og stíga á bremsuna og takmarka líkurnar á stríði. En þetta er auðvitað svolítið áhugavert upp og það gera líka sko að við erum að tala þetta með sko ógnina á þriðju heimsstyrjöldinni í dag og svona maður að bera saman við aðdragandana fyrir heimsstyrjöldinni og þetta sko að þarna var þú veist, long peace skilur þetta var svona menn voru meðvitaður ógnina, menn reynda að koma í veg fyrir hann að stoppa hana og það var allt lagt í að ekki láta þetta gerast og líka lagt mikið upp úr því að koma í veg fyrir sko einhverja ringulreið og slys til þess að sem myndi óvart verða til þess að eitthvað gerðist og svona. Já. Og það finnst manni svo svolítið öðruvísi í dag. Menn eru einhvern veginn miklu meiri líkur á því að hlutin einhvern veginn óvart gerist núna, ég veit það samt ekki en menn eru allan að fattir að leika mjög hættulega sko nálagt öllu þessu með þessu sem er að gerast í heiminum í dag. Það er rétt hjá þér og góða punktur því ég meina þarna þarftu kannski bara eitt símtal skilurðu, forseti Bandaríkjanna getur bara að tala við Brezhnev skilurðu og þeir bara þú veist ok, róum þetta niður, ég tala við mitt fólk, þú tala við þitt fólk og meðan einhvern veginn og kannski líka þetta með sko þessa óvissu svo til og með fyrir heimsstyrjöldina skilur menn voru með njósnara og svona en það var samt þannig að þú vissir ekkert nákvæmlega hvað var í gangi í hinu landinu fattarðu? Nei. Og þegar þeir komið fram á kaldastríði sko þá voru með svo upplugt njósnara apparat líka og það er þessu punkti sem Gattis nefnir sko þú veist að þeir vissu nákvæmlega og það sjáum við öllum þessum plönum sem við ætlum að tala um eftir líka þessi hernaða plön sem þeir voru með sko að þeir vissu nákvæmlega sko hvað hinn
var up to, fattur við. Algjörlega. Þið vissu alveg nákvæmlega hvað þannig að það eru minni svona surprises sko. Eins og bara til dæmis Stalin, það kom ekki Stalin ekkert óvart að Bandaríkjamenn hefðu sprengt sprengju í Alamo og væru með fara varpenni á Japan vegna þess að hafa með njósnara í innsta hring þarna og njósnara sem náði með að stela kjarnorkuleyndamálum og hún var með puttan á búlsinum. Já. Og það auðvitað veitti ákveðin að yfirsýn og gerði það léttara auðvitað þá að meta aðstæður og svo líka því að tala um þetta menn voru að tala saman þá náttúrulega óhugnulegt að við getum myndið að sagt þess að það sem við viljum um Putin en það samt óhugnulegt þess að Joe Biden talaði aldrei við Putin. Það það sko. Nei, hann talaði ekki við hann. Það er mjög óhugnulegt. Og það er óhugnulegt af því að ef þú talar ekki við eitthvað þá eru svo mikla líkur að það verði einhver mistök af því að þú háður líka hvað er hermaðurinn á jörðu niðri að fara að gera. Já. Og það þarf ekki meira til eða hvað er einhver orrustuflugmaður að fara að gera og til dæmis ein bók sem ég var að lesa hún fjallaði einmitt öll þessi atvik sem hefðu getað verið neistinn sem kveikti í púðutönunni. Já. Og meðal annars var eitt atviki þá einmitt loftbrúin til Berlínar og Berlínar umsátrið og allt það og til dæmis það hefði ekki þurft meira til en til dæmis að sovjaskur orrustuflugmaður hefði skotið niður bandaríska flutningavél eða herþotu eða hvað það hefði verið. Ok, og hvernig hefði yfirmenn þeirra brugðist við? Hefði þeir sendið fleiri orrustuflugmenn eða ekki? Vegna þess að allt tekur tíma og jafnvel þó að við séum á þeim tímum og þessum tíma þú getur sendt skilaboð mjög hratt eða tekið upp síman og hringt að þá, hver sekúnda skiptir kannski máli og þetta er náttúrulega svo viðkvæmt ok, hvernig ætlar að glíma við aðstæður þarna og það er nefnilega það sem oft gerist er að, ég hefur oft gerst að menn hafa mist stjórnin eins og ég nefndi ofta áður eins og með nýlöndustefnuna það er sem er svo áhugavert að þegar samskiptaleiðir og ennþá hægari að þá var oft bara einhver John Smith eða einhver lokal frakki eða hvað það var sem datt í huga að gera eitthvað og svo allt inn var það því bara þröngvað upp á stjórnvöld heima í Evrópu og þau þurfti bara að sætta sig við orðin hlut. Já. Og það er auðvitað það sama sem var í kaldastríðinu, það hefði svo margt svona geta gerst, hvað gerir þessi kafbátafóringi? Já. Skýtur hann upp eldflugunum sínum eða ekki og hvernig þurfa það allir aðrir bregðast við? Og ef það er búið að skjóta of mikið þá skiptir engum máli hvað Khrushchev eða Brezhnev eða Kennedy eða Reagan segir sko, gert er gert, núna verðum við bara að svara. En pældi í þessu náttúrulega þetta kjarnorku madness er náttúrulega svo bilað sko og að þú veist þeir eru náttúrulega með þessa kjarnorku kafbáta sem eru út allt veist, ég meina það gerir svona hluti svo Kúbu og Tyrkland náttúrulega bara irrelevant þegar þú getur bara verið með kjarnorkusprengjurnar bara hvar sem er. Já. Og þeir segja að það sé ómögulegt að finna út hvar þessu kjarnorku kafbátar eru og þú veist og svona hlutir eins og þetta nefna sko mannst ekki eftir flugvélinni Lufthansa flugvélinni sem hrappaði eða klest inn í fjallið af því að flugmaðurinn vildi fremja sjálfsmorð. Já, alveg rétt. Þú veist, hvað ef ykkur kaft inn á okkurum svo við sko kjarnorku kafbáti sko með fengið svoleiðis hugmynd. Já, einmitt. Að fremja sjálfsmorð sko og ekki taka bara krúið með heldur allan heiminn sko. Já, nákvæmlega. Og það er ekkert fjarlægar en svo til dæmis það sem er áhugavert við til dæmis ef þú til þess kynnið eitthvað til dæmis þeir sem hafa fram með svona skólaárásir í Bandaríkjunum hafa skrifað eins og til dæmis Columbine, strákarnir stór hluti af því af hverju þeir til dæmis frömdu þessi ódæði að skjóta skólan og drepa eins marga samlöfundu sína eins og gátu ég er náttúrulega ekki að segja þetta til þess að réttlæta þetta til þess að útskýra og skilja að það sem þeir skrifuðu og sögðu var auðvitað að þeim leið svo illa og þeirra vanlíðan var slík að þeir vildu að aðrir myndu upplifa það sama. Já. Þannig að það er ekkert fjarstæðukennt að ímynda sér að einhver einstaklingur hefði getað upplifað lífið sér svo þungt og svo ömurlegt og svo mikla þjáningu að viðkomandi vildi taka sér flesta með sér og var ekki líka sína sem flugslýsið núna daginn á Indlandi
að flugmaðurinn þar hafi einmitt slögt á eldsneytisgjáfanum til hreyflana. Já, ok. Og þess vegna hafi flugvélin, var þetta ekki hérna New Delhi og þess vegna hafi flugvélin hrappað og það dóu hérna hvað 100 og eitthvað mann, nokkur 100 manns. Já. Og þú veist, þetta náttúrulega svo viðkvæmt og þarna sjáum við náttúrulega líka að þetta þess vegna svo rosalega líka með kjarnvíssprengjurnar, sko, hvað maður háður einstaklingum og enda gerðist það náttúrulega líka í kalda stríðinu. Höfum við ekki allavega 2 dæmi þessi efnis að sovjaskir fóringjar ákveða að bregðast ekki við árás. Jú. Sem sýndi sig síðan að þetta var ekki árás, heldur var þetta tölvuvillur. Jú, það var þarna 83 held ég, frægasta dæmið þetta. Já. Og síðan náttúrulega annað dæmi held ég það sem að Bandaríkjamenn lenti í saman, sko, þið sáu hérna einhverja skugga yfir Grænlandi. Já. Sem þið heldur að væri hérna, eða tölvukerfið sagði að væri árás og svona, þannig að það getur gist. Þannig að þetta er auðvitað eitthvað sem við lifum auðvitað ennþá við og svona, en ég held kannski að pointið okkar í umræðunum þetta er kannski mætti fara rauk fyrir því að heimurinn hafi verið aðeins öruggari á tímum kalda stríðsins af því að menn voru svo meðvitaður þetta og voru með svo mikið einhvern veginn í gangi. En ef við tölum aðeins tölur, nú mikið umræðinni nú til dags hernaðar útgjöld og það er svolítið áhugavert að sjá það, sko, að eins og við vorum að nefndu það ekki í síðasta þetta að hérna rússar eru nú komin upp í, hvað er það, 7% eða eitthvað af GDP og það talaði með þetta líka stengslu við NATO-ríkinu þetta, þau eru að berjast núna við það að komast upp í 2%, sko. Þarna, sko, 1984 þá eru Sovétríkin að eyða 13% af GDP í hernaðarframleiðslu og Bandaríkin 6,2%. Og svo það sem er svo ótrúlegt hérna er, sko, þú tekur líka, sko, það er svona í nútímanum ég vil tala prósent af GDP en svo er líka til, sko, prósent af útgjöldum hins opinbera. Og það er auðvitað svolítið erfitt að reikna það, því þú veist að þarf maður að skoða fjárlögin og það eru mismunandi liðir sem fari hitt og þetta, svo sem þú eru að tala með hérna á Íslandi til minns í þengslu við þetta, þú veist að maður geti sko að maður geti falið þessi útgjöld, sko, til varnarmála með því að byggja einhverja nýja brú eitthvað staðar eitthvað og kalla það varnarmál, sko. Þannig að þú veist það er svolítið svona erfitt að vita það, sko. En það talaði til minns að Sovétríkin voru með, sko, alltaf 50% af hérna opinberum útgjöldum til hernaðarmála. 1984 byrja svo að lækka hérna fram til 91 menn Bandaríkin með 26,4%. Svo það er líka annað bandarísk, sko, hið opinbera hjá Bandaríkjunum en nú kannski ekki að eða mikið velferðarmál kannski eins og Sovétríkin hefði átt að vera að gera. Og af því að Sovétríkin var náttúrulega miðstýrt efnahagskerfi, sko. Mitt. Og svo náttúrulega eins mikið og náttúrulega Evrópa er að gera, eins og við vitum þetta ekki 80% eitthvað útgjöldur í Evrópu eru í Skandinavíu er heilbrigðiskerfi og velferðarkerfi eitthvað. Og hérna þannig að þú sér, sko, hvað Sovétríkin er rosalega, sko, 13% GDP, þetta er náttúrulega miklu meira heldur en Rússland er að gera núna. Og mikið vilt hafa í huga auðvitað ástæðan fyrir þýrlum okkur þetta var svona hátt hlutfarslega séð var auðvitað Sovétríkin sem tölvert fátakara samfélag en Bandaríkin þurftu auðvitað þá hlutfarslega eða mikið meira í hernaðarmál til þess að ná jafnvægi eða ákveðum yfirburðum og það var hluti líka alltaf af strategíu Sovétríkjanna auðvitað að hafa yfirburði í hefðbundnum hernaðargögnum. Svona þetta og erfitt auðvitað fyrir Sovétríkina því að ég meina þegar þú ert með svona stóran opinberan sektor þá því það náttúrulega bara því meira sem þú ert að eyða í hernað því minnast að eyða í velferð skilurðu, og það er auðvitað eitthvað sem til dæmis Khrushchev talaði á 7. áratugnum þar talaði hann til dæmis sko þó sem hann væri á sama tíma með brinkmanship þá var hann líka að tala fyrir sko að við kalla svona snembúin þýða á sama tíma því að hann var líka að tala sko að minnka herinn hann var alltaf að tala það
og lógíkin var meðal annars svo skilur að við getum verið með þessi kjarnorkuvopn og getum við minkað hinn hefðbundna her en hann talaði það líka auðvitað, að við ætlum að fókusera á að búa til fyrirmyndar samfélag í Sovétríkjunum við ætlum að, nú ætlum við að fókusera á að reyna að komast að kommunisma, við ætlum að hætta að vera í sósíalisma og komast yfir á næsta stig sem kommunismi svona hugmyndafræðilegar pælingar hjá honum þar og hluta þessu kaldastriði á hugmyndafræðilegu vígvöllinum sem þetta að maður ekki þegar hann talaði um we will bury them sem hann frækt kvót í hann þá var hann nefnt að segja við ætlum að auka lífsgæðin svo mikið, við ætlum að auka framleiðslu svo mikið í Sovétríkjunum að við munum kæfa það þannig og það var líka mikilvægt að hafa það í huga með Khrushchev að hann var true believer Khrushchev trúði því af öllu hjarta og af einlægni að sovéska kerfi væri betra og það líka hluti af því af hverju hann þorði að ganga svona langt vegna þess að hann trúði því að þetta myndi vinna á endanum svo hafði hann auðvitað rangt fyrir sig kallinn en þá sjáum við líka hvað það hættulegt auðvitað þegar þú hefur svona rosalega sterka sannfæringu en herðu, ég held að við þurfum að því að nú þetta svo stórt málefni, ég sá það nálega fyrir mér að þetta stútfullu þáttur hérna hjá okkur í dag, þannig að ég held að við þurfum að láta staðunum í hér og hafa þetta tvöfaldna þátt þannig að við eigum alveg eftir að tala um plönin og hvernig þriði heimsstyrjöldin myndi líta út á eins og leit út fyrir og myndi líta út á pappír þannig að við ætlum að láta staðunum í hér og svo komum við aftur hér í framhaldi af þessum umræðum til þess að ræða nánar það við gerum það verið sæl